Sælblessuð, velkomin í þátt númer 5 af Plot and Place. Nú bara svona til að byrja með skulum við sjá hvort það sé ekki allt í lagi með hljóðið og hvort það sé ekki. Sælblessuð, velkomin. Það virkar allt mjög vel. Herðu, ég með svona nýtt ljós hérna. Ég er aðeins að testa, aðeins að spá í hvernig ég geti uppgreitað streamingbúnaðinn, en ég sem sagt fer að færa mig yfir í alvöru svona streamingstudió, ekki streamingstudió, bara inn á skrifstofu hérna í næsta herbyggi. Og þá ætla ég að vera með, þá verður þetta aðeins svona meira professional setup, þá verður sko, nota ég hérna svona Canon myndavél, tengi tölvu og streama þessi gegnum tölvuna og svo sjáum bara aðeins hvernig þetta þróast. Keypti svona mic og þannig, ég er að nota bara þennan mic núna, en þannig við skulum bara aðeins sjá hvernig það þróast, en ég held að þetta verði bara flott sko. En við ætlum bara að halda áfram með, ég man ekki, menn síðasta þetta þá, nei, heyrðu, það var gjafleikur. Við ætlum að draga út vinningshafa. Það eru sem sagt voru 2 vinningshafar í gjafaleiknum og við tekjum það var Tryggvi P og Red Bull Hotel Kópasker. Þið hafið bæði unnið 5.000 króna gjafabréf í Nexus og ég hef samband við ykkur í gegnum YouTube og fæ e-mail hjá okkur og þá fáið þið sendt e-mail með gjafabréfinu. Það er mikið með þetta og við verðum með fleiri gjafaleiki svona sem að þeirra álíður. En það sem að við ætlum að gera í dag er, sko, annað er það að ég er að streama á Twitch og setupið verður þess að þannig að livestreamið verður alltaf á Twitch og myndböndin þættirnir koma síðan á YouTube. Þannig að það má endilega follow á Twitch líka ef menn vilja horfa live. Og það er @BaneDomination. BaneDomination. Ég set link við myndbandið. Þannig að í síðasta þetta að þá fundum við muniði hérna þetta Black Knife Fingerprint, tölum við Roger. Always good to see you, son. If Luna Princess Rani truly is the one who plotted Já, that fate, og hann vildi að við færum að tala við Rani, það sem að destined death somewhere upon her flesh. Would you be willing to procure it for me? She may have returned to the Royal Carian residence to the north of the Academy of Raya Lucaria. Þannig að en við þurfum að drepa annan svona Shardbearer, af því að það sem að við erum það sem leikur þetta snýst er það að við erum hérna í þessu landi. Þetta heitir Limgrave, þetta heitir Liurnia, þetta heitir Altus Plateau hérna uppi. Og þannig að það sem að við þurfum að gera til að byrja með er að við þurfum að komast í Altus Plateau. Og til þess að koma þangað að þá þurfum við að geta nota þetta sem heitir Grand Lift of Dectus. Til þess að nota Grand Lift of Dectus þurfum við 2 helminga af svona disk, svona steinvala sem að setjum og ég þarf eiginlega bara að fara að leita að honum. Þannig að við skulum byrja á því. Sjá, ég man ekki alveg hvað þetta var. Fyrsti er sem sagt, hann er hérna einhvers staðar, þannig að við skulum bara hvernig það sé best að komast hérna. Byrjum bara hérna og förum hérna niður.
þess átt hérna. Oi! You there. Could you help us out, Cully? Hérna eitt sem heitir Bokk. Some clod turned me into... You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Ja. Oh, when they threw me out of the cave, and so this is all I have to I hope you could... Og mushroom. Well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real... I am. Right, I'm Gefum okkur tími í það. Þá förum við hérna. Við þurfum að fara hérna og til vinstri og komum yfir. Við nennum ekki að berjast við þetta lið. Hérna og förum hérna. Þú ekki fara áttu að fara til vinstri? Hérna. Allir eru að drepa mann eins og vanlega. Það svolítið þemað í þessum leik að það svolítið bara verið að drepa mann. Já. Jó, svo förum við bara hérna og hérna eru við komin niður í Mistwood. Þarna þetta rúnber sem að ég nenni ekki að berjast við. Jájá, nú aðeins með það. Þetta ylfur hérna Skulum aðeins tíla við það seinna. Ég get sagt fólki aðeins frá því. Þetta sem sagt byrjunin á Questline. En við förum í það núna eftir. Það sem við ætlum að byrja að gera að við ætlum að fara í þetta hérna Fort Hyde. Sjá hvort við finnum þar steinvöluna sem okkur vantaði fyrir handli. Það að rökkva hjá okkur, þannig að skjóta okkur uppi, sjáðu það er svona stór ball. Þetta ekki flókið. Ætlar í mig, kallið minn. Hvað du? Nei!
Seed, geggjað. Og hérna fáum við Sanctuary Stone Pumpkin Helm. Já, þetta hérna hjálmurinn sem þeir eru með. Herðu, þá getum við lupið hérna inn, séu hvort að... Nei, herðu. Jæja. Þetta stundum svona... Ókvöð, erum við ekki að fara að byrja lengst í burtu? Jú, við erum þetta bara að byrja hérna. Eðlilega. Ja. Já, ok, flask already at maximum. Þannig að þá sjáum við það að ég er með... Já, það er með 14 flöskur. Þannig að það er þá greinilega maximumið. Herðu, þá skal við drífa okkur í þetta aftur. Það verði eiginlega að vera sko betri að taka Grace. Hvort við getum stannið, nei. Fara þetta, hennan kastalega. Við farið núna fram af. Já, ok. Stuttum okkur leið þetta niður. Þá skulum við leita hérna, leita Gracie. Það væri... Nei, skýtir neinu máli. Deyja núna. Það er nefnilega það sem að gerist, ef menn vita ekki, þegar maður deyr, er að til þess að levela kallinn, að þá fær maður rúnir og maður fær alltaf ekki Gracie hérna inni, einhvers staðar. Hlýtur að vera Gracie einhvers staðar hérna. Látum við þetta að þið sjá það. Það er svona það er sem sagt svona og sér svona taumana eins og svona eld. Ég er ekki að sjá neitt. Leita Half-Wolf. Já, það er þessi gæði sem var að ylfra þarna áðan. Hann á nefnilega eftir að koma þessu síðan mér. Jú, herru, anda, sé ég Grace.
Æ, við erum að drepa allatur. Það skiptir ekki máli. Pössum okkur á ballistunni. Hún er nefnilega djúðlega blús. Hérna og náum í rúnurnar hérna. Nei, já. Æja, herðu. Byrjum að Æ, hvað? Lendar? Æja. Svona Nei Stundur Bloodhound Það þetta hérna Bloodhound step Mér finnst það stundum Bloodhound step á of langt Þessar rottur eru gjörsamlega óþolandi af því að þær eru svo litlar að maður svona hérna Já Hvaða Þessir Jæja, herru, hljóma okkur bara hérna inn. Jesus maður. Þessi leikur getur verið svo relentless sko. Kveikjum hérna á luktinni. Herru, við verðum að hlaupa bara upp og drepa hann gæja. Og annar hérna Godrós Hannu byrju hérna kemst ég upp og getið skrifur hérna upp Hérna, Dectus Medallion left, ok, geggjað, þá þurfum við Dectus Medallion right líka, sem við ætlum að fara að sækja. Og það er í landi sem við höfum ekki farið í áður. Þannig að það verður pínu stemmari. Nú skulum
teleport okkur hérna út. Og sjá, við þurfum svolítið að fara hérna yfir í þetta land. Þetta svona eldfjallaland. Og þar ætlum við að fara í þetta virki hérna, Fort Faroth. Þannig að við skulum, ef við kannski komustu hérna, nei, teleportum okkur bara hérna upp. Og þá ættum við að geta já, þá getum við farið hérna. Hérna muniði, börðustu við svona gæja sem var á bát. Sem var með Deathroot. Og okkur vantar meira Deathroot, en svo sem ekkert eitthvað nauðsynlega alveg strax, sko. En við skulum fara yfir í land sem heitir Caelid. Og eins og ég sagði, eldfjallaland. Og það auðvitað hérna eins og áður að oj. Tjóðlega var þetta bra. Æjá, þetta Grace, geggjað. Og ég ætla að sjá hvort að ég sé komið með rúnir til þess að levela. Jöp, ég er komið nóg mikið. Hvað var ég eftir að levela? Var ég ekki að levela Endurance? Jú. Nascent Butterfly. Ok. Það eitthvað svona Evergóð. Ok. Caelid Ruins. Hvað þess að segja? It's rotting, everything rotting scarlet. The very earth the Caelid rests upon. The Selja, town of sorcery. The endless night for us all. Hörrum. Fara bara hérna beint áfram. Beint að augum. Þessum fuglum út allt. Þessir fuglar eru þokkal óþolandi að berjast við. Hef barist við á nokkra í gegnum tíðina. Akkurat. Jæja. Þarna, easy peasy. Hérna eitt sem við getum gert, sem að við getum sem sagt summonað, getum summonað eitt svona Ancestral Follower Ashes.
þá getum við hérna hringt svona bjöllur og að fá eitt svona stríðsmann með okkur. Og þetta er ná mikið að kritta hann hérna. Jú. Herru, skulum hlaupa í þetta greis hérna. Og sko það er spurning hvernig við komist hérna, hvort að þetta komist yfir þetta gil hérna. Ég held að við getum farið bara það var ágætt að við sömmunaðum spirit og eitt öllu mananu í það. Deep Siofra Well. Það er svo annað sem að tjekka og setja mér. Úps. Ekki viljum við. Já, þið sjáðu að við komumst ekki hérna yfir sko. Ég kæmist ef ég væri hinum meginn, þá gæti ég stokkið yfir, en héðan kemst ég reyndar hinum meginn er hellir. Þessi Abandoned Cave, það þarf að fara hérna á þessa trjágrein, en þá getum við að labba að sjá þann hana. Ó guð, svo eru þessir óvinir. Af öllum óvinunum. Þetta held ég mest óþolandi óvinurinn. Geggjað. Ok. Við viljum halda áfram þessari leið. Við erum að reyna að komast hingað. Við þurfum að fara hérna niður eða? Ég man ekki alveg hvernig maður gerði þetta. Þessi blóm hérna spúa öll eitri. Þetta er svona traveling merchant. Hann reyndar á ekki neitt sem við þurfum, þannig að höldum áfram. Spurning hvort að ætlum við förum alveg hérna fram hjá þessu. Heyrðu, hérna er annað greis. Tökum það, styrum hérna. Við ætlum að fara hérna og ég held við komumst hérna upp. Við förum bara hérna. Við förum bara hérna beint yfir eitt rott hérna sem við erum. Poison Mist. Líka. Þetta, kannski útskýra þetta Azure, þetta er sem sagt, maður getur sett þetta er svona special ability sem maður setur á vopnin. Og þetta Bloodhound Step sem ég er alltaf að gera er eitt svona Ash of War. Ég er búinn að setja á.
þessi ekki að fara að henda ykkur drall í mig, eða? Ég held að öruggast sé örugglega að hlaupa bara hérna í gegn. Hvað er þetta? Stop by the shack. Það þýðir vantarlega að það sé. Hérna er. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gowry. Gowry? A great sage. Ég held ég hef ekki gert hans questline áður. I hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Cross the swamp. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? Oh. I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erd Tree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep, scarlet swamp of Aeonia outside Celia's bounds. The needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere there. Okay. Þetta svampið hérna og hann var að segja að í þessu svampi sé þessi nál. Ef við ekki að fara bara að reyna að sjá hvort við finnum hann ekki. Æ, þurfum við þá að fara aftur. Getum við ekki bara að fara hérna? Nei. Svona. Þetta er húnark. Reisi það. Nei. Þetta verið nálinn. Nei, ekki var þetta hún. Það sé hérna inni. Það er hellir allavega. Við tjekkum á því. Hvort hún sé hérna í Celia Crystal Tunnel. Rot grease. Menn oft frekar svona ekki mjög straightforward með það hvar
hvernig svona questline virka. Þetta sé sjá. Herru, ég ætlum við hérna það geti laga með þetta í burtu hérna. Já, hérna er eitthvað item. Gravity stone, gravity stone, gravity stone chunk. Jæja. Jæja. Þessar rækjur, sko. Þetta er svakalega skemmtilegt. Jesus maður. Þessar rækjur. Sko þetta er eitthvað leið hérna. Ég skil ekki hvernig maður á að komast þarna inn. Hættu þessu. Okay. Já, þarna er. Æ. Hvað haldið þið hafi orðið rækjuna? Æja, hérna.
hérna. Ladder. Hérna komumst við. Skildarastelpur. Skellur að sko ég stökkva hérna tilbaka. Mér langar í þetta item hérna. Finnst eins og það sé eitthvað þarna á bakvið þessa veggi sko. Og það er óþolandi að Rock Blaster. Hvað tekið við því? Ok, hérna það get ég kroppa niður. Nei! Oh! Æ. Ég lenti á þessu. Stressaður að datt niður aftur. Ok, reynum þetta aftur. Nope. Svakalega gaman. Akkurat, þetta var náttúrulega bara gjörsamlega useless item. Gökku glindstone, frábært. Herriðu, haldum við bara áfram. Klárum bara hennan cave. Fara hérna, búin að taka þetta. Orku. Þetta er ekki vissara. Mitt. Það er nefnilega alltaf vissara. Sérstaklega ef maður er ekkert sérstaklega góður í þessum leik, þá myndi ég eiginlega segja að það væri nauðsynlegt. Og hérna aftur, why is it always liar? Ok, kannski er þetta ekkert eitthvað leinu upp.
hérna. Nei. Nei. Það. Stundum sko stundum lendir maður í ykkur svona þar sem að það bara eitthvað kombo í gangi Faithful Canvas Talisman þetta eitthvað sem ég veit ekki hvort ég með þetta heldur ok við komum ekki hérna komum við hérna já heggi, jú, komum hérna jú, einmitt börnstu þessa það var eitt hann inni þá erum við komin hérna og þetta sé boss hérna inni jú Falling Star Beast já ég veit að með svona sorry, en er ég að byrja á byrjuninni er það málið þá erum við að fara að spretta bara í gegnum þetta akkurat það komst ég aftur þarna og þarna upp á hérna svona 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 svo hérna upp
lykillinn að þessu Somberstone mineral lykillinn að þessu eins og öllu öðru í þessum leik er Bloodhound Step ok, þannig að þessi nál var ekki hérna þannig að þá bara höldum við áfram að leita henni hérna er einhver fótspor hérna nú er ég með þetta rot í mér og þá bara missi ég orku alveg þangað til að það er farið Nei! Aðeins svo margir. Grafhýsi. Nei, en þá bara eitthvað spell. Vel að leita hérna inn í þessum rústum, ég held að það geta alveg verið, hérna er eitthvað til dæmis Travelers, næ, Ír Þarna vorum við áðan Hérna er eitthvað Sacramental Bud? Nei
Ekki er það. Þarna eitthvað. Sé ég. Meteorite stuff. Ekki, hérna. Golden rune. Ekki er það sem við erum að leita að. Það hlæðist upp hérna Scarlet Rot eftir því sem að ég stend lengur. Við látum greiði hestinn standi í þessu. Sko þann eitthvað gæi. Hann getur sagt mér eitthvað. Let me see if only one last time your splendid blade dancing amongst the Scarlet Rot. Það allan að Grace sem við getum tekið. Yfir í keilið. Ég vil vera hérna í. Ég veit ekki hver að gera þetta, þessar eldingar. Swamp of Aeonia. Ég vil vera í því. Nei! Djöfull voru röflugir maður. Þetta er það sem heitir Scarlet Rot Knight og eru alveg gjörsamlega óþolandi gæjar. Og ég get náttúrulega ekki verið að fara af hestinum af því að á fyllist ég allir bara Scarlet Rot. Ég ekkert útrúið að drepa þennan. Aja. Ég held að þetta væri kannski málið. Ég þurfti að drepa þessa tvo.
Þetta annar. Ekki vera þessi. Þarna sé ég item. Butterfly. Nej. Jag var sjå hvað þetta er. Þetta að segja að ég að drepa eitthvað boss sem heitir Commander O'Neill. Hvaða? Ég geta gert þetta fyrr. Einmitt. Segir Commander O'Neill can be found in a large clearing within Ionia Swamp in Eastern Caelid. Players can easily reach this arena. Ætli að sé þessi hérna. Traveling east from
Hérna. Náma, kryttan. Nei, æi. Nei! Þarna. Geggjað Commander Standard Analytical Title. Sturla. Ég hef aldrei hitt hennar bossaður. Ég bara sem dott í hug að fara hérna inn, sko. Herðu. Þá förum við beint í austur. So nú, come on. Gowry. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Secret of Celia. Now let me have a look at the needle. Well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me as well made? Okay. Ég var að skoða hvað the secret of Celia. Note given, the town of Celia hides the source. Light 3 flames atop the candle towers to break the seal. Það var örugglega seal fyrir ykkur. En við segjum þetta gott í þessum þætti í bili allána og verið sæl. Við óskum aftur vinningshöfum í leiknum Tryggva og Red Bull Hotel Kópskjört kærlega innilega til hamingju með 5.000 króna gjafabréf í Nexus og aftur ég hef samband í skilabóðum. Takk fyrir í dag.